Já, kæru hlustendur, það föstudagskaffi sem heilsar. Jú. Nú erum við, já, loksins 2. Heyrist eitthvað allt og hátt hérna í þessu. Það sé þetta, svona. Djúsa þetta upp, helvít. Djúsa þetta. Við erum 2 loksins. Fekk í síðustu viku til mínan Sigur Má. Stórskemmtilegu þáttur gervigreind og stafræna markaðssetningu og fleira. Það var dálítið skrítið að vera án þín. Ég verð að viðurkenna það. Já, það ekki? Jó, það var smá undarlegt, sko. Já. Það náttúrulega í fyrsta skipti það sem við tökum þátt, Siggi flottur, enga síður. Já. Hann viskubrunnur í þessum stafræna heimi. Já, veit allt þetta maður. Hann mikill, hann svolítið á þessum túbusíðum. YouTube og þetta. Já. Ekki eitthvað svona aðrar tjúb sem eru... Jú, hann þekkir þetta allt. Hann túbugall. Það 21. apríl, hvernig kemur undan sumardeginu fyrsta? Drullugóður. Nei, það ekki? Drullugóður. Þetta auðvitað dagur launþegans sem var í gær og við fögnum því og það náttúrulega, sko, nú kemur svo kemur 1. maí, hann á mánudegi. Já. Svo kemur uppstigningardagur og það bara veisla framundan hjá launþeganum. Launþegar eru að elska. 1. maí hvenar? Það mánudagur. Já. Þú segir það. Þannig að það löng helgi, þannig að það þá einhverjir dag að nóta hjá sér best að vera í fríi 28. apríl. Ná þarna langri helgi. Já, það einhver búin að nóta það niður. Já, það núna bara, ég veit nokkra í bankakerfinu sem nótu self að vakna þunnur föstudaginn 28. Hefa upp þessa frídaga, sko. Bóka lunch 27. apríl með strákonum. Já, betur fyrir þér, sko. Sækja ekki á leikskóla klukkan 4. En muna skila sér heim. Við erum að sjálfsögðu sem fer í boði Lavazza. Já. Besta kaffi bæjarins að einhver. Ég hugsa að styttist í að ég sem ég drápu Lavazza. Já, það var skemmtilegt. Þurfum að koma með það við tækifæri. En þetta til í baunum, þetta til í hylkjum, þetta til í pressukaffið. Já. Ég náttúrulega að vinna með það heima, sko. Eitthvað fleira? Með hylkin og baunnar hér. Heyrðu, ég ætla að koma þér óvart, bráðum. Ég kom með Production Crew. Við erum að fara að gera fangilsiskaffið. Já, það? Já, ég ætla að koma þér óvart. Ok, það var óvart að sjá. Ég verð með 2 matsmenn sem að ég ætla að láta blindtesta. Það er alvöru auglýsing fyrir Lavazza. Já, ég held það. En það fer bara í Deep Into Pingjan. Já, bara, þannig að, Þú þurfum að vera í Deep Into Pingjan til að sjá þetta. Fólk til að fara inn á Deep Into Pingjan og skrást í þar. En Lavazza, þetta er bara svona, myndum við ekki segja bara eitt umhverfisvænasta kaffið á markaðnum og við náttúrulega tölum mikið fyrir því. Það sem skiptir öllu, þetta það besta. Já, þetta það besta og við hvetjum alla vinnustæða sjálfsögðu til að hella upp á, hafa tilbúið kaffi á mótnana, alla föstudagsmótna að minnstakosti. Lavazza fyrir starfsfólk. Svo það auðvitað Jómfrúin, Yngvi, og það eru stórtíðindi þaðan. Jóman is back. Já, það náttúrulega back with a bang. Fyrst og fremst eru það stórtíðindi að Jóman is back með okkur í Pingjunni. En þau voru líka tilnefnd til stórkostlu Gourmand veluna. Já, þetta er geggjað. Og þau eru að fara til Umeå í Svíþjóð og þau ætla bara að heyra það dolluna heim. Já, heim með þetta. Hvað heldur að þið sé að bjóða upp á? Kom það fram með það? Hvað segirðu? Hvað er svona uppáhaldsnýttan þín? Mín, það er Timbraðmannsins. Timbraðmannsins? Já, ég bara elska hana, sko. Ég er núna búinn að fara öll síðustu skipti eftir að við fórum með... Ég reyndar aldrei verið timbraður þegar ég borða hana, en... Ekki heldur. Maður að keyra sig í góða heiminn með henni. Að fá ykkur grafinn lax upp úr ágaviti. Nei. Jú. Hæ? Fáránlega gott. Ertu að djóka? Nei, mannst ekki, ég fekk mér þetta síðast. Þú djóka nú aftur, nú ertu ekkert að djóka. Nei, þið verðið að smakka þetta. Laxinn er sko bara eiginlega fjólublár á litin. Ógeðslega gott. Já, skemmtilegt og við... Kikið þangað, sjáu ráðherran að vera skvett í sig. Já. Hækka útgjöld ríkisins. Og svo styttist í opnun núna í Keflavík. Já. Að einhvern tímann miðja maí og það er bara þjóna til borðs. Þannig að ef þú vilt vera bara eins og kongur eða drottning á flugvellinum þá að sjálfsögðu ferðu á Jómuna. Já. Heyrðu, sko, ég held að það sé alveg óhætt að segja að þáttur dagsins sé drekklaðinn. Já. Og sko... Hann er eins og þetta skip sem strandaði í vikunni. Það má eiginlega segja það, en sko, það er náttúrulega mikið búið að vera í fréttum í vikunni. Þrátt fyrir frí í gær, þá var þetta drekk. Já, en við svona ætlum að dreipa á þessum helstu fréttum. Við erum svo með
Við erum með sparnaðaráð, eða verðbólgutips í dag. Við náttúrulega, sko, það gleymist að við stofnum Facebook-hóp sem heitir verðbólgutips. Ég held að það hefði verið 15 manns eða eitthvað inn á því. Já, heyrðu, ég skal posta þessu þar. Já, við þurfum eiginlega að gera það. Sorry, þannig að þetta er rétt. Þetta er hérna, þetta er ákavíts grafin lax. Já, það er mjög... Ég mæli með þessu, grafin lax og lárpera. Og meira segja, þetta var recommended by Gobbi, þegar við vorum á Jóhanni. Já, einmitt. Ég man ekki eftir því, en hann hefur verið að ræða það við þig. Ég spurði hann ráð. Heyrðu, ok. En heyrðu, allavegna, þetta er sko, einmitt, eins og ég segi, drekklaðin þáttur, þú ætlar að vera með eitthvað Ryan Reynolds og fleira, þú komst því aldrei að, þannig að síðast þegar við vorum. Ég varð fyrir vonbrigðum, þegar ég var að fara að taka það fyrir. Já. Út af því að mér fannst networth þegar hann ekki verið nógu hátt. Já, alveg rétt. En sko, það var út af því að það átti eftir að reikna inn söluna sem vakti athygli mín á Reynolds. Ástæðan fyrir hann poppar inn núna er A, hann er með hærra networth heldur við heldum. Já. Og B, hann var að fara í acquisition bara í vikunni. Já, einmitt, hann er ánáttúrulega fótboltalið nú þegar. Wrexham. Og fullt fleira, hann á One Password, Wealth Simple, sem er held ég svona svolítið eins og, mér langar að segja eins og eitthvað svona blanda af örbjörgu og eignastýringu. Ég gæti verið út á túnni þar. Ok. Já, ok, sorry. Já, við þurfum að, einmitt, við förum í það á eftir, en, sko, nú náttúrulega eitt í þessu, og það er launþegi vikunar. Já. Við erum konið með samstarfsaðila á þann lið. Já, það er bara komið spons. Nei, samstarfsaðili. Við kallum þetta ekki spons, þetta er samstarfsaðila. Þetta er samstarfsaðili, og þetta eru að sjálfsögðu Yuzu Burgers, sem eru að mínum mati, sko, séu þeir hjartanlega velkomnir því að ég er náttúrulega mikil Yuzu maður fyrir, sko. Elska þetta. Þannig að og við viljum hvetja fólk til að fara inn á Dýpind og Pingjan og þar efst má sjá launþega vikunar svona skjal þar sem að allt er nafnlaust. Ertu með einhvern í vikunni eða? Já, það er nú einn sem að var nú bara, hún var bara stimplað inn í gær. Já. Og hann er launþegi vikunar. Já. Og það kannski ber að nefna það að það er ekki alveg komið á hreint, en það er einhvers konar gjafabréf í boði fyrir þann sem er kosin launþegi vikunar. Já, við erum að fara að gefa hambúrgara til launþega vikunar. Það er basically staðan. Einhver myndi spotta tækifæri, þetta er gott tækifæri. Og þau verða með okkur næstu mánuði og það er bara fyrir hvern og einn launþega vikunar verður í boði sem sagt einhvers konar máltíð á Yuzu. Það er bara fólk þarf að hafa samband við okkur. Við eigum endalega eftir að negla það. Já. Svo það komið fram, en það verður komið á hreint í næstu viku. Hvað er með launþegan? Þannig að launþegi vikunar er Sigurður Eyberg Guðlaugsson og nú náttúrulega verðum við bara með launþega vikunar sko, það verður bara einn launþegi vikunar alltaf núna. Akkurat. Og hann starfar hjá Arion banka. Og í umsögn þá segir viðkomandi á skili tilnefningu fyrir þá kemur fram, Sigurður hefur verið leiðandi í starfi sínu og hefur gríðar góða fagþekking á starfi sínu innan bankans. Sigurður er einstaklega fær í starfi, áreiðanlegur, frábær vinnufélagi, heiðarlegur, maður sjá, byrju, nú, þetta... Stóð óheiðarlegur og þú breyttir í heiðarlegur. Nei. Er hann óheiðarlegur? Nei. Heiðarlegur og skemmtilegur. Já, heiðarlegur og skemmtilegur. Ég sé fyrir mér að hann muni vaksa og dafna vel innan bankans. Þannig að við óskum Sigurði Eyberg Guðlaugsinni hjartanlega til hamingju með þetta. Já. Þú hefur hlotið nafnbótina launþegi vikunar hjá Pingjunni. Og átt inni Yuzu. Og átt inni einn Yuzu. Þannig að við hvetjum þið bara til að heyra í annarkvort mér eða einhvað. Og þá getur við leist þetta út vonbráðar. Herðu, eigum við þá ekki bara demba okkur svona í efni þáttarins? Jó, hvað viltu byrja? Ég er með jákvæðan fréttir. Ég vil byrja á jákvæðan fréttum frá Nýja-Sjálandi. Ég gæti verið með einhverja neikvæðar hérna líka. Sko, við erum kísukallar. Enda mikill raunsæðismadur. Við erum miklu kísukallar. Já. Þannig að ég er með þá jákvæða frétt frá Nýja-Sjálandi að þá tekin ákvörðun það bara núna í vikunni að hætta við að stofna barnaflokk fyrir 14 ára og yngri í árlegri villikatadrápskeppni í Nýja-Sjálandi. Já, það er keppt sem sitt í barnaflokk. Já, þau eru hætt við. Já, það hinga til hefur að verið þannig. Nei, þetta er árleg keppni þar sem verið að drepa villisvín, villiketti og dádýr og þeir ætlaðu að vera sniður í ár og hafa barnaflokk. Þeir eru hætt við það. Verðlaunin átti að vera $155 og þeim var réttilega bent á það
að börn á þessum aldri væri ekki með skotleyfi. Börn á þessum aldri hefðu sennilegast ekki getu til þess að greina á milli villikattar og heimiliskattar þóttir gangi lausir einhvers staðar. Og ég held svona á endanum hafi samviska fólks náð til þeirra og þau hættu við. En það fylgir fréttinni að villikettir eru mikil pest á þessu svæði. Og þau ætla að halda haus og halda keppnin í ár. En það verður ekki barnaflokkur. Mjög góða fréttir. Við fögnum því allavega, en maður spyr sig, sko, maður segir bara svo Bubbi, nauðsynlegt að skjóta þá, sko. Bara fanga og... Ég ætla ekki að fara út í þessu. Þetta bara gott að það verði ekki af þessu. Herðu, það nú bara svona hálfpartinn öll þjóðin sem að veit af því núna og var við þetta greiðslukorta vandamál sem að var að ergja landan. En sko ég sjálfur lendi náttúrulega í því að sko það var deilt með 100 hjá mér. Þannig að ég fór bara niður í bæ og borgaði sko 15 kall fyrir bjórinn og... Hvað, labbarinn og Júsú? Býðurinn og kallaklósti að bjóða mönnum Dalai Lama? Kemur svo fram? Þú verður að hætta með þetta Dalai Lama. Já, það er búið að banna þetta. Það er búið að banna Lama. Þú segir hvað þetta gerist fljótt. Það er ekki með þetta, maður. En hvað segirðu? Þú kaupir eitthvað á 6.000 kall og endar á að borga hvað? Já, bara þá 60 krónur eða... 60 krónur? Já. Þannig að en sumir voru vissulega lendi í því sko að bara fara inn í Bíkó eða eitthvað anskotan sko fyrir 1000 kall og voru rukkaðir 100.000 sko. Já, akkurat. Það voru skemmtilega einhanda pulsusaga sem fór á flug. Já. Var það ekki? Jú. Það var svona fyrsta sem að breykaði... Já, það fóru margir að tvítum þetta sko. Já, að sjálfsögðu. Twitterinn maður. Já, Twitterinn. Ok, skemmtilegt. Já, bara svona þess að dreipa á þessum og ég sko, þú veist, maður er svo mikil töðari sko, maður velti því fyrir sig, þú veist, af hverju? Hvernig gerist þetta? Já, það er mjög... Þú veist, af hverju er ekki bara hægt að ganga úr skugga það að þetta gerist ekki? Þetta er örugglega ekkert flókið forritunar. Ég var fyrir austan þegar ég fekk tölvupóst frá PayPal. Þess að þeir sögðu bara, við munum ekki prósessa íslenskar greiðslur í 4 eða 5 daga. Og ég held að það væri bara að koma hrun. Að það væri búið að frysta okkur og eitthvað. Svo las ég að þetta tengdist eitthvað decimals og aurum og centum og hvað þetta er. En ég er svolítið sammálaður sko, hvernig er hægt að klúðra þessu? Já, ég er bara, þetta er bara, það er bara eitt agenda, það er bara að fella niður auruna. Ok, við skulum bara framkvæma það. En svo klikkar það. Var aðdragandinn svona stuttur eða... Ég veit ekki sko. Var ekki einhver sem að það fekk 12 til 18 mánuði í einhverju ráðuneyti til að stratta þetta eða... Nei, eflaust ekki sko, en svo er þetta bara... En hvað er þetta? Það er sem sagt sko, núna má ekki gera upp krónur með aurum, ekki satt? Jú, basically, ég held að það sé bara Og það fór allt í fokk út af því að... Hvað? Já, bara, þú veist, það er það sem ég veit ekki, en svo er það líka að gera þetta yfir helgi. Það sem að fólk næri ekki þjónustu aðila og eitthvað svona, sko. Já. Þú veist, það finnst mér líka smá... Já, það er annar ágætispunktur með þetta. Já, þetta er gert frá hvað? PayPal var lokað frá 14 til 18, held ég. Já. Og þú næri náttúrulega ekki til PayPal, en fyrir innlenda aðalina, þá svona spyr maður sig, hefði ekki verið hægt að stratta þetta aðeins betur? Já, ég er að segja það, sko. Svo er reyndar annað. Það er alltaf edge casein sem að ræddi fjölmiðla, þannig að mögulega var þetta 1% bilanum hlutfall og þetta gekk bara fáránlega vel. Já, algjörlega, það gæti vel verið sko. Það væri nú ekkert ólíkt okkur Íslendingum að vera baun yfir þetta og svo bara er bent á tölfræðina, heyrðu, við prósessuðum hann 4 milljarða færsla, það feiluðu 2000, sem er vel innan sæmilegra marka. Veit það ekki, en allavega. Þetta minnir á sko, þú veist, þetta er eitthvað svona örugglega manst ekki þegar það þurfti að bæta við einhverju 1 mínútu eða eitthvað á einhverjum tímapunkti inn í tímatalið bara til að þú veist jarðarlegan væri það er alltaf bætt við hlaupa ári á 4 hverju ári og svo hverjum 100 árum er bætt við þú veist einhverju og þegar það var innleitt inn í tölvukerfi og eitthvað svona það var bara eitthvað massa panik og bara fólk þú veist fyrirtæki voru að tapa hellingspening út af þessari kerfislegu uppfærslu sem að mishefnaðist og eitthvað svona. Ég man ekki eftir þessu. Nei, það er örugglega einhver sem er að gjörsamlega öskra í kotta núna sko. Ég vil fá þessa mínútu tilbaka. Já, nei, þú fær hann aldrei aftur sko. Nei, akkurat. En nei, svo er það kannski aðeins á jákvæðu nóturnar svona fyrir þá sem eiga fasteign. Fasteignamarkaður, húsnæðismarkaður, hann er að hækka. Já. Það sérbíl hafa hækkað 3,4%. Mjög gott. 1,5 í heildina. Og maður velti því fyrir sér hvað er að gerast, hvernig er þetta að gerast með að við vaxtahækkanir og allt. Það er náttúrulega svo sem, þetta eru mjög fáir kaupsamningar svona í sögulegu samhengi sem eru að eiga sér stað núna og þú veist,
svo það bara það annar vandi sem við stöndum frammi fyrir í þessu vaxtaumhverfi, einhver að fara að byggja eitthvað í þessu? Já. Það verið að byggja út allt? Já, það verið að byggja, en ég bara veltaði fyrir mér, þú veist, núna, bara einhver að fara að hefja byggingar á þessum tímapunkti í þessu vaxtaumhverfi, sko. Þannig að maður veltiði fyrir sér bara svona hversu til frambúðar, þú veist, ég hef nú þegar spáð einhvers konar greiðslufalli og með tilheyrandi lækkun húsnæðismarkaðar, sko, en maður bara á alveg rétt, ég með að skrifa hjá mér þú talaður mars 2023. Nei, ég sagði svona, þú veist, mars, júni, september, þú veist, þetta tímabil þar sem að fólk að detta föstu vöxtunum þarna 3 ára, sko. Ég skal bara finna þetta. En svo verður þetta bara alltaf þannig eins og alltaf á þessu landi, eins og ég sagði, það áhættulaust að búa hérna, skilur, þú veist, það bara einhver úrræði. Fann þetta strax. Ég verður komið til bjargar. Spá, greiðslufall, mars til júni 2023. Já. Allir sem tóku fasta 4-8% hægasta vexti, Arnar Þór Ólafsson 20.10.2022. Þannig að þið getur hlustað á þetta. Ég var enda að byrja að tala fyrir þessu sko ári áður, það var bara í 2021 sko. Já, en þetta ekki alveg að gerast. Nei, ég minna, þú veist, það bara vextir eru búin að hækka það, þú veist, það mikið, maður bjóst einhvern veginn ekki alveg við þessu sko. Og það bara, við sjáum ekkert fram á því að fara að lækka, þú veist, þeir eru eflaust að fara að hækka bara meira. Og sérstaklega með þessum fréttum. Nei, þetta er komið gott maður. Nei, jú, ég alveg samlað því að þetta sé svona meira en góðu hófi gegnir en hérna... Heyrðu, áfram með þetta. Hvað vitum við? Já, hvað, ég minna, þú veist, það fullt af fréttum, hvað, vilt þú ekki ræða eitthvað? Jó, ef þú færi samantæktina. Hvað segirðu? Ég hún svo peppaður... Samantæktina á sparnaðinum? Nei, Sparnaðaráðin? Ef þú færi verðbólkutipsi. Nei, hvað? Enda á því. Já. Ég bara með svo mikið. Exit, sería 3. Já, þú vildir eitthvað hérna... Sko, Þú vildir eitthvað dreipa á því? Fyrir að fyrsta, þú svona horfið með hálfum hug á seríuna. Já. Ertu eitt hérna, spoiler alert, fyrir þá sem hafa ekki séð seríu 3 af Exit. Já, þarna kom það. Þú vilt að svartara. You want it darker, maður. Já. Sko, mitt thesis í kringum þessa seríu bara það hvað lítið að spila þessu lagi, það eyðilaði upplifunina. Já, einmitt. Já, þú veist, tökum smá review. Þetta bara review session á Exit Season 3. Ég veit að það margir Exit-perrar að hlusta. Já. Sko, fyrsta sem ég langar að koma inn á, við ætlum að hafa könnun, þannig að fólk getur kosið. Já, á Spotify. Þannig endilega, takk ég þátt. Fannst ykkur serían góð eða ekki? Það sem fór mest í taugarnar á mér með þetta stílbrot og þessi þvæla að hafa ekki þetta lag í hverju einasta þætti. Svona oft, eins og var í fyrstu 2. Ég var að byrja núna á 4. seríu af Succession, hefur þú hort á það? Nei, ég á það eftir. Já, þú færð alltaf þetta bust. Er þetta ekki síðasta serían núna? Jú, mér skilst það. Takk til Rick. En þau voru ekkert að breyta út af vanan. Þau eru með þarna iconic lag, getur þú fundið Succession. Já, spila það bara í gríð og erg í svona nettum senum. Og þú færð bara svona lítið bust þegar þetta fyrir í gang. Svona piano. Þarna, þetta dæmi. Geðveikt, sko. Fólk að tengja við þetta. Við tökum Succession review setna. Herru, allavega, overall cases sem svona hluta þessu þema. Nei, í þemanni þessum þáttum. Það vindmylludæmi eða sólarorku eða hvað þetta Var þetta náð þér? Þetta náði mér ekki eins og laxadæmi í seríu 2. Það sem að ég náttúrulega, eins og ég sagði við, ég þarf eiginlega að horfa á seríuna aftur. Því ég horfði eiginlega á hana með svona frekar hálfum hug. Sem mjög óábyrgt af mér, sko. En það var ég massífu fan af 1 og 2, sko. Þannig að ég svona náði ekki alveg svona samhenginu í seríunni og mér skilst að jafnvel þó að fólk hafi hort á hana með góðri einbeitingu og það hafi verið gegnum gangandi vandamál sko. Það það sem ég fólk bara svona, ég skildi ekki alveg tengslin á milli þessara gæja og þetta og þú veist. Já, það mjög margt svona einhvern veginn illa skrifað í seríu 3 án þess að vera eitthvað hérna setja sig í dómarastól handritshöfundar en þú veist, það vantaði bara fút. Allavega þetta caseið að þeir ætla að stopna eitthvað offshore skúfufélög til þess að fjárfesta í vindmyllum til að fá einhverja styrki og bla bla. Það var ekkert skemmtilegt við þetta. Ekkert áhugavert og einhvern veginn svona krassandi. Eins og manstu laxadæmið í seríu 2. Já. Þú veist, það var einhver sena sem bara fekk yfir 1 million views á YouTube af honum. Allavega. Já, þú veist, og líka bara þarna kaupréttirnir og... Já, þú veist, þarna að fá eitthvað svona... Það var gargandi þarna eftir... Sko, það sem ég ávið það sem gerir þetta spennandi fyrir fólki bara hvað þeir á jaðri siðferðis í öllu og þeir að gera hluti sem þú
kemst hvergi annars staðar í tæri við að vita að glæpamenn hafa gert eins og hvernig hann vinna flétturnar og lest ekkert þetta í einhverjum bókum. Nei, það var tekið viðtal við einhverja svona auðkýfinga norska. Já, og þeir sögðu bara, já, þetta svona pretty much accurate, sko, en ég meina, serían byggir á frásögn. Algjörlega, en þeir sögðu að sko, þetta væri hlægilegt vínið sem þeir var að drekka alltaf. Og þá var þetta eitthvað svona, já, þetta nú eitthvað $1,000 af víni eða eitthvað. Og þeir bara, já, hvað? Það bara eitthvað nunnupiss, sko. Að þeir vilja dýrara en $1,000 af vín, sko, þessir. En sko, mitt frustration hérna, ef við tökum alla karakterina, Adam, þú kannast við hann. Já, byrjum nú þar ég aðeins að, það aðal siðleysingin hérna. Já, basically, þeir eru samt allir svo siðleysir. Já, en þú veist, ég ætla að segja, maður finnur það alveg að þessi Adam hefur svona mestu ítökin sem siðleysi fanturinn annað, sko. Já. Þú veist, hann svona einhvern veginn, maður upplifir hann sem bara svona stjórnandan í þessum hóp. Smá fórspakking, rétt. Allt í kringum hann og konan hans er bara orðið pínuþreytt. Já. Þetta kryptoskím sem var í gangi, hann þreytt og ekkert krassandi. Það var allar senur í kringum það voru boring og tilgangslausar. Eini skemmtilegi vingillin var hérna, hann var náttúrulega með tvíbura í heimsókn hjá sér hérna í fyrstu 2 þáttunum eða eitthvað. Já. Hvernig Henrik svona fléttaðist inn í það að koma honum í vandræði ef þú manst eftir því atriði á hótelherbyggi. Já. Heilt yfir með hann bara vantaði eitthvað fút. Jeppe er minn uppáhalds. Já, ég kemur á hann. Ég sé mikinn Jeppe í þér nefnilega. Sko. Þetta er eitthvað ruglað. Númer 2, William. Mér fannst góður endir í seríu 2 og þetta er spoiler alert. Ekki hlusta að þið verðið pirru við okkur. Já, getið þið skrollað svona. Já, mér fannst góður endir í seríu 2 að leifa honum bara stökku í fósinn og dreipast, sko. Okay. Hann er búinn að vera í einhverju bara maníu síðan í svona 3. þætti í seríu 1 og hans endalók átti bara að vera þarna. Þeir áttu að sjá tækifæri því að koma bara með nýjan ferskan karakter inn. En þessi maður, hann fer í einhverja eyðimerku göngu þarna og allt það ferli var bara bull. Svo er það krabbasjómaðurinn og spænska konan sem átti að vera að passa húsið og eignirnar á Spáni. Illa boring. Það var eiginlega það sem ég náði aldrei svona svo tenging, sko. Bara allar þær senur sökku. Þetta var ömulegt hliðarskref. Því að þú tekur inn 2 boring karaktera til að mattsa við leiðilegasta karakterinn. Konan hans pillufíkill og þetta var ekkert nema depur, sko. Jeppe. Jeppe. Eins og við kveitum hann. Þessi gæi er búinn að bera upp síðustu 2 seríur. Ég segi það. Ruglið í kringum hann og pappans og mömmu svona pínuþreytt. En hann er bara alltaf í að bruglaður. Sko, slagsmála sinnurnar með hans eru kannski svona pínu grófar. Já, þú veist, alveg snarbilaður. Nú er ég ekkert að, sko, eitthvað, ég ætla ekki að fara að hrósa honum, sko. Nei, en þú sérð mikið í. Það er svona mestu lætin oft í kringum hann, sko, svona gauragangurinn. Já, en besta senan í öllri þessi seríu er þegar hann og lögmaðurinn hans er að lýsa fasteignabraskinu sem þeir eru að fara í með þarna unga miðlarnum. Ég man ekki eins og nákvæmlega hvernig það á gert. Þar í fyrsta skipti sást eitthvað svona bara, heyrðu, ok, hérna er bara eitthvað skemmtileg viðskiptaflétta og já, þú veist, hérna eru bara glæpamenn að plotta eitthvað real estate scheme sem að þú hefur aldrei heyrt og þér hefði aldrei dottið þetta í hug. Þetta er bara svona evil engineering sem að maður svona hefur gaman að, ok, var þetta hægt? Þú veist, hann leggur peningarnir á lögmanninn, það má enginn spyrja lögmanninn hvað hann fekk peningana, bla 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 bla. Ekki það að við tölum fyrir því sem hafa gert það, en þú veist, áhugavert að sjá hvernig menn hafa farið að hlutunum, því að þetta er náttúrulega byggt á einhverju raunverulegu, sko. Sko, þetta fyrir okkur, plebbonum, hvítflibbonum, er bara eins og öll þessi morðhlaðverk fyrir konum, sko. Þú veist, þið dreymir ekkert að myrða einhvern, en það er ákveðin spenna í því að hlusta á það. Þetta er mjög góður punktur. Svo er það Henrik, ljósarði. Ég fyrir alveg að klára þetta. Augvandamálinn svona hræðilegur hlutur, en eiginlega mjög gott input fyrir hans karakter. Að svona hann upplifir að hann sé ekki óseyrandi. En svona heilt yfir, bara pínu depressing. Eitt sem ég ætla að segja með hann. Er hann ekki svona heilstiftastur af þeim einhvern veginn? Svona já, þangað til þú sérð hann í baði fulla blóðu í síðasta þættinu. Já, þú veist. Ég held við ættum aðeins að það var náttúrulega ekki hann, þú veist. Þú veist hvað ég meina. Og það er svo aðstæðilegt að tala um þetta eitthvað eins og setja rós einhverjum þarna, sko. Ég er að segja, hann svona lúkkar einhvern veginn fyrir mér sem bara svona sem er örugglega hinn fullkomni siðblindingi, sko. Þú horfir á hann og bara hann er í flottum jakkafötum og en sko, það sem ég ætla að segja með hann þessi Magdalena, vinkona hans úr fyrstu seríu. Mér finnst hann svona hafa mesta samkennd einhvern veginn. Já, ég held að sé ég veit það ekki. Ok. Allavega, það sem ég ætla að segja, sko, plotti með hana, þetta B-hlutverk og allar hennar selur
illa boring. Hún reyndi svona 100 sinnum að ringi hann missed call, kom ekkert út úr því. Samla. Og hún var eitthvað að ferðast í einhverju rútu og það var ekkert fút. Nema ég myndi segja að loka plottið var gott. Það er eigum að segja, bara að semst hann að koma upp einhvern veginn að fyrirgefinni eða eitthvað. Já, þetta var svona stakk í hjarta dóldi. Já, pínu. Þetta var svona tragedía, norsk tragedía. Þannig að svona heilt yfir, ég var ekki nógu sáttur með þessa seríu. Mér finnst allir nýju karakter sem hafa komið ekki gefið sér neitt. Krabbasjómaðurinn, löggan Hartmann, illa þreytt týpa, Magdalena, bara svona öll auka hlutverk. Íslendingarnir voru flottir. Löggan var þreytt, sko. Þú veist, í þessu þarna kynlífspartíi. Já, ég hafði gamla því. Það versta samt í kringum alla þessa seríu var að Vísir birti frétt hvað gerist í þeim 2 þáttum sem var mest leska fréttin á Vísi sem var leikstýrður af Gísla áður maður búin að sjá helvítis þáttinn. Ég var illa pirraður þegar ég las spoiler að væri að fara í kynlífspartí en og hér ert þú mættur, þú lærið þér ekkert mættur að spoila og algjör þvæla verið ekki með lagið, heilt yfir var plotti bara ekki nógu sexy. Hvað myndir þú gefa þessu svona bara ef það væri EMDB einhvern? Sko, allir núna að staldra við og setja sína einhvern á Spotify. Ég ætla að gefa þessari seríu 6 af 10. 6 af 10? Ég gef hinum sko eiginlega 9 og 8,5. Mér fannst það geðveikur. Já, sammála því. Sko. 2 var eiginlega í meira uppáldi hjá mér sko. Já, ég myndi segja bara 9, 9 og svo 6. Ég vænti ekki að það voru miklar inn í þessa og þetta var eiginlega bara flop. Það kan man að horfa á þetta. Ég reyna að finna sko hvað hún að fá inn á IMDb. Varstu búin að taka exit quizið hvaða karakter þú ert? Já, hvort ég hef gert það einhvern tíma, ég bara man ekki. Þetta var eitthvað í kringum fyrstu seríu held ég. Já, hvað manstu hver þú varst? Nei, ég man það ekki. Var það ekki bara Jeppe? Ég örglega. Rosalegu Jeppe í þér. Ég nefnilega fekk að ég væri... Þetta er nú ekki fallegar einhvernir sem þau eru að fá þetta fyrir seríu 3 sko. Nei, er það? Loka þátturum fær 5,7 en þetta er nú svo sem þetta er engin fjöldi af einhvernum sko. Ég tók þetta og ég fekk jafnt að ég væri eins og konarnas Adams eða krabbakall. Koma að ég væri rétt sín og badgóður og... Já, helviti góður. Nei, heyrðu, endilega kjósið með okkur. Getum við ekki sett svona stjórnugjöf? Já, við getum samt sko, held ég, það er hægt að setja einhvers konar, bara, hvað gefur þessu frá 0 upp í 5? Já, gerum það þannig. Eitthvað þannig? Skemmtilegt. En heyrðu, það er náttúrulega sko, við erum með nýja samstagsæðilega hérna, eins og ég nefndi á hann, Júsú, til að byrja með. Og það falla kjúkling á mig. Já, ert þú þar eða? Já, ég elska Buffalo kjúkling, sérstaklega í þessu hambúrgarformi á þeim. Ég hef ekki fundið þetta neins staðar annars staðar. Nei, með þau eru að gera helviti vel sko, með bara þessar nýjungar. Við erum með sjoppuborgaran, gamla góða til dæmis á matseðli hjá þeim. Svo er hérna eitt skemmtilegur sem heitir Stóri Júsú og það er eiginlega minnu uppáhalds og hann, hérna, svona má segja hann líki eftir Big Mac og þetta er eiginlega bara stórkostlegur hambúrgari sko. Big Júsú. Big Júsú. Veistu hvað Júsú er? Stóri Júsú. Ekki verið að spyrja mig að þessu núna. Veistu hvað þetta er? Júsú? Já. Nei. Þetta er hérna, þetta er svona sítrusfrútt. Þetta er svona tegund af sítrónu frá Asíu. Mér finnst það bara svo cool nafn sko. Já, þetta er geðveikt. En þetta er heitasti hambúrgarstaður landsins í dag. Ég hveti ykkur til að kíkja inn á júsú.is og hérna sjá matseðilinn. Hér eru líka endalaust af sósum, þeir eru með geggjaðar sósur sko. Og alla vegana sjálfsögðu. Þannig að við hvetjum ykkur til að kíkja strax í dag. En herru, Yngvi, svo ert þú líka með... Ég er að fara námskeið. Þú ert að fara námskeið? Jep. Getur þú sagt mér aðeins frá því? Sko, þið Siggi fóruð aðeins inn á þetta, gervigreindin og það sem er að koma, fólk hlustar og svona, það segja allir, já, ég var til að vita meira gervigreind og hvernig það nýtist mér. Þetta er að fara að taka yfir. Já, þetta er að fara að taka yfir og ég held að það sé mjög mikilvægt að fólk fara að átta sig á því strax hvað þú ætlar að gera til þess að læra að vinna með gervigreindinni fyrir ekkert að láta hana vinna því úr starfinu. Já, algjörlega. Já, svona... Þetta er svona stóra spurningi sem margir standa frammi fyrir núna. Bara, þú veist, ef verið að fara að reka mig út af innkomi gervigreindar, þá er einmitt spurning að vera frjór og hugsa, hvernig get ég? Ég var að lesa frétt. Veistu hvað prompt er? Það er hvernig hún promptar gervigreindina. Það er að segja, það geta allir talað við hana, en þú þarft í rauninni að læra að tala við hana ákveðin hátt, þannig þú fáir réttu svörin. Eins og við Siggi fórum yfir, bara í síðasta þætti. Akkurat. Sko, já. Og þetta er að verða núna, samkvæmt Fiverr, eitt best launaða giggið á Fiverr er það sem er kallað prompt engineering. Það er að segja fólk sem kann að tala rétt við hana. Eru með hæsta tímatakstan. Heyrðu, burt séð frá öllu þessu, það er að koma Executive Master í gervigreind. Þetta er 6 mánaða námskeið, kennt alla miðvikudaga í fjarnámi.
Þetta byrjar 17. maí. Ég mæli með öllum sem að hlusta, sem vilja raunverulega læra eitthvað á þetta, bæta sig, ekki reyna að fara eitthvað hérna inn á, hvað heita þessar síður, segjum bara YouTube og Little Course in Artificial Intelligence. Þannig bara að fá þetta, kenta fagmönnum, 6 mánuði, takk í 6 mánuði, alla miðvikudag og þeir að fara að læra eitthvað. Þannig að þetta byrjar 17. maí, þetta eru bæði íslenskir og erlendi kennarar og þetta hérna, hvað heitir þetta á íslensku maður? Icelandic Center for Artificial Intelligence sem að stendur fyrir þessu sem held ég bara... Þurfum ekki að þýða það held ég? Jó, ég verða að þýða, þetta eitthvað með gervigreind. Þetta allan að þarna verður farið yfir bara allan skalan. Já. Það ekki, þú veist, það bara allir bara, með þess að gervigreind í sjávarútvegi sá ég þarna. Já, þú veist, já. Það bara allur fjandinn, meðal annars. Já, og ég meina við förum betur yfir efnistökin og það þegar framlíða stundir en þetta allur fjandinn og þetta fyrir alla en ég mæli með fyrir alla plebba sem að vilja ekki verða úreldir innan við ári að taka svona námskeið 17. maí, bara hvetjum ykkur til að kynna ykkur það fyrir þann tíma og það mánuður, tæpur mánuður í það en heyrðu sko, svo voru nú hérna mér langaði nú aðeins að dreipa á einu eða 30 vikunni sko með blessaða Árborg. Það smá fjárhagsvandi þar, við vorum að segja upp 57 starfsmönnum. Sorry, eitt hérna að lokum. Þið farið á icai.is. Icelandic Center for Artificial Intelligence. icai.is. icai.is. Hægt að skrá sig og þið verðið á miðvikudagsnámskeiði með chefum, það sem eftir lifir. Hérna, sko, mér fannst svo áhugavert að sjá í frétt hérna frá, bara á mörgum miðlum. Það talað sko að í Árborg starfi 1047 manns í 827 stöðugildum og ég var bara, Ekki eitthvað aðeins búið að fækka? Já, núna, 57. Já, komin á það. En sko, ég velti þessu fyrir mér og fór að tjekka bara hversu margir búa þarna í Árborg. Það var náttúrulega, var saminað á 4 sveitafélögum og þetta eru 11.318 íbúar samkvæmt gögnum frá 2023. Það gerir einn starfsmann, einn bæjarstarfsmann á hverja 11 íbúa. Það helviti flott. Hvaða anskotans rugl það? Slökum nú aðeins. Þú veist, þarf ekki að fara aðeins að skera niður af þessu bulliða. Hvað heldur séu margir verkefnastjórar að það? Töldu við þetta ekki í sveitarstjórnarseríunni? Við reyndar gerðum það sko, en þá vorum við ekki með bæjarstarfsmenn, við vorum með sko þá vorum við með verkefnastjóra. Erum við einhverjir 8.000 eða eitthvað, eða 10.000 sem að manni finnst mikið, en það bliknar í samburði við þetta. Já, sko... Eða hvað? Býtu, hvað búum maður ekki Reykjavík? Hvað ekki 130-40.000 í Reykjavík? Þetta er kannski bara á pari? Eða svona það bil? Sko, fjármál sveitafélagana, hérna, þátturinn okkar, ég finn þetta svo sem ekki núna, en þá vorum við að telja verkefnastjóra, sko. Ég sá þetta á einhvers staðar, að það svignaði stigi í Hörpunni þegar 600 millistjórnendur hjá Reykjavíkurborg var að fara á eitthvað. Það var allt og gott, sko. Hugsaði þér. Já, 600, Veist hvað er sorglegast af öllu? Þetta var bara 600 stjórnendur eitthvað. Veist hvað er sorglegast af öllu? Gervigreindin sem að mun nýtast í mikið á svona störfum mun örugglega síðast vera incorporated í þessi störf. Já, algjörlega sko. En ok. Þú veist, það þarf allan að fækka í þessu. Mér langaði bara svona að kommenta á þetta. Við vitum að þú veist, það vesenandi í Árborg og hérna þau skulda bara, þau eru bara í skuldasúpu og við óskuðum að sjálfsögðu góðs gengis en þetta er orðið helvíti svart, það verður bara viðurkennast. Þetta er svona þegar þú ert að labba þarna út í búð, inn í bakari í Árborg, þá getur þú nánast talið 1, 2, 3, 4, 5, þú ert verkefnastjóri minn. 1, 2, 3, 4, 5, já þú ert verkefnastjóri minn. En þau skulda þarna sko 27 milljarða. Þetta er brútal. Og meða við sko hérna 1, 2, 3, 4, 5. Þú ert verkefnastjóri minn. En meða við sko íbúa fjölda. Já, það var einhverja 2 milljónir á haus. Já, þá er þetta eitthvað tæp 2,5 milljón á haus sem þau skulda þarna, sem náttúrulega ekki gott. En burt séð þá frá því, þá var nú eitthvað jákvætt líka, uppgjör Ölgerðarinnar, 2,5 milljarður tæpur í hagnað. Já. Við vorum sko auka sölu á bjórkútum 48%. Andri er bara búin að ganga miðbæinn og henda kútum í Hann fór í persónulega sölukynningu á kútunum. Nei, þetta er náttúrulega eins og við vitum eflaust bara vegna, þú veist, nú COVID og... Já, COVID náttúrulega líka alveg
alveg búið og aldrei verið með hærra hlutfall sem selur inn á hótel. Einmitt, og hótelin líka, það var mjög góða punktur sko. Þannig að þetta bara stór gott að sjá. Annað, þarna með Andra, hann kom til okkar í spjall áður IPO-ði fyrra, eða þau. Einmitt. Þar var hann að tala Icelandic Water Holding, fyrirtæki sem eru núna konum með meirihluta á. Einmitt. Þannig að mögulega bjartir tímar framöndan í þeirri fjárfestingu. Algjörlega, og einhverjir stórir aðilar út í heimi á nú tala fyrir því að þetta sé bara business sem að verður arðbærastur eftir einhver ár. Gamla góða vatnið. Já, vatnið. Það ekki spurning. Herðu, sko, svo annað hérna sem að við verðum að dreipa aðeins á. Skýrsla Umhverfisstofnunar hérna, þess að loftslagsmarkmið Íslands. Já, þau eru mjög góð. 492 blaðsíður. Nei. Sko, eða ætla að reyna að ná til almennings, hafið þetta styttra í guðanna bænum. Hvað samantækt? Djöfull er ég að töða í dag, djöfull er ég að töða maður. Það bara svo margt að í þessu, sko. Hérna, hvað varst að segja, sorry? Ég ætli samantækti sér 30 blaðsíður. Já, þú veist, svo það einmitt. Auðvitað hægt að finna samantæktir á þessu öllu og þetta fullt af einhverjum svona viðaukum og bla bla bla, sko, en maður opnar þetta, sér 492 blaðsíður og maður bara lokar þessu, skilur. Ég fór að leita af, þú veist, hérna, endurheimt Votlendis, þú veist, skýrslan náttúrulega ensku, þetta var bara, hérna, Wetlands, komið sko 300 og eitthvað niðurstöður í find. Já, það aðeins talað Votlendi. Já, og við nú talaðum þetta áður og ég bara hreinlega fann ekki upplýsingur það, hvort þú sé að taka Votlendi, eins og það var reiknað í gamla daga. Akkurat. Eða gamla daga, bara núna í fyrra, svo náttúrulega núna nýlega komið ljósa að þetta kannski bindur ekki nema eða útblásturinn sé ekki nema hálf kolefniseining en gamla skemanu var þetta 20 kolefniseiningar sko. Já, ég að reyna per hektari. Hérna þetta, ég man alltaf þess að tölu 66%. Þetta sem sagt sko 66% af losun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi stafar frá framræstu votlendi. Og það sem þú ert að segja rauninni, þetta náttúrulega gífulegt magn af landi sem að einhverju snillíkar fyrir hvað þetta orðið margar ára gamla rannsóknir sögðu, heyrðu, losunin kemur þaðan svo núna byrjað að koma nýja rannsóknir sem sína, heyrðu það var tekið eitthvað meðaltal og dóltið svona frá meginlandi Evrópu sem náttúrulega miklu hlýrra og allt önnur skilyrði sko. Já, allan að punkturinn sá, þá að tala að með því að fara að binda eða moka aftur ofan í eins og skurði þá ertu spara 20 einingar per hektara en það búið að koma í ljós að það verður bara eitthvað 0,5 per hektara á mörgum svæðum. Það 40-faldur munur á þessu sko. Ég held að svona munum við bara leysa hana loftslagsvanda á Íslandi. Bara endurreikna það. Já, endurreikna bara losun frá framræðustu Votlendi og Katajak og allir eru bara góðir. Það bara trolleru þarna fyrir framann hörpuna og Tolleruð, já. Trolleruð? Já, við trolleruðum þau. Þau tollera. Nei, það verður áhugavert að fylgjast með þessu hvort að við munum, já, þú veist, standast þessi markmið á endanum. En við erum allavega ekki að gera það eins og staðinu núna. Nei. Langt í frá. Vittu bara eftir nýrri rannsókn sem sýnir að þessi tala mun lækka. Það verður við helviti góð máli. En herðu, já, ég hætti svona svo sem nóg komið að fréttum held ég. Það er spurning hvort þú viljir taka Ryan Reynolds yfirferð núna í boði Swap Agency. Já, swappararnir. Já, við erum nýr samstarfsaðili hjá okkur. Sniðugt koncept. Geggja nafn. Virkilega, hvað segirðu? Mér finnst það sniðugt koncept, geggja nafn. Það er slókan þeirra. Og þetta er svona, þetta er laust fyrir fólk sem í fjarvinnu á milli landa. Og þú þekkir nú til eitthvað á þessum bænum. Já, mjög persónulega reynslu. Já, þú þekkir einstakling sem hefur hérna. Ja, þetta er snilda koncept. Það er því miður mjög erfitt fyrir útlendinga að komast inn í kerfið á Íslandi. Og það er einhvern veginn í kringum leyfi og annað hérna heima. Þetta er svo flókið fyrir erlend fyrirtæki að vera með starfsmann héðan að í einhverjum tilfellum hefur maður heyrt að við erum erlend fyrirtæki forðist að taka íslenska starfsmenn því að það er bara ómikið overhead og bull. Það sem Swap gerir til að leysa þetta er að þeir verði í rauninni laun eða svona vinnuveitandi viðkomandi hér á landi og algjörlega, sjáum allt bara fjárflæðið þannig í gegn. Já, dæmi sem ég þekkti af áður en að við heyrðum að Swap var að kona vinna míns frá Bandaríkjunum flytur hingað í vesenni með vinnuveitanda sinn, þau vilja ekki taka þátt í þessu bulli sem hérna heima finna Swap og það virka þannig að hún fær bara greitt laun borgar launatengt gjöld, lífeyrissjóð allt í gegnum Swap en í rauninni ennþá að vinna fyrir fyrirtæki út í Bandaríkjunum. Algjörlega. Hún hefði örugglega ekkert fengið vinnu hérna og örugglega bara verið rekin fyrir 3-5 árum. Þetta getur verið svo flókið og þetta er náttúrulega opna bara
En ég, sko það sem sorglegast, þetta mjög verðmætt starf sem að verða til, þú veist, þetta hámenntu kona sem búin að vera í flottum störum erlendis og það var erfitt fyrir hann að flytja til Íslands að kaupa sér íbúð og byrja að vinna þetta út af einhverju bulli. Þannig að Swap að leysa þetta. Klálega, þetta opnar auðvitað líka bara möguleikan fyrir fólk sem getur unnið fjarvinnu að flytja erlendis. Já, akkurat. Og þú veist, ef þeir hefur alltaf langað, ef þú ert í fjarvinnu núna, hefur alltaf langað að búa erlendis, þá Swap Agency bara virka líka vice versa. Fyrirtæki til að heyri, algjörlega vice versa. Herru, við bjóðum Swap Agency hjartalega velkomin og þökkum þeim fyrir samstarfið. En þú ert með núna, hvað segirðu, Ryan Reynolds, vinnur okkar. Já, Reynolds. Smá yfirferð honum. Þekkir hann eitthvað? Nei, eitthvað minna. Hvað var svona fyrsta hvað uppáhaldsmyndi með Reynolds? Býtur nú við, það allan ekki þetta Marvel-bull eða lék hann ekki einhverju Marvel eða? Nei, var hann í hinnu þannig. Deadpool? Já, Deadpool, það ekki Marvel eða? Jú, það er ekki sjá það sko. En hefur ekki séð hana? Það örugglega skemmtilegasta Marvel-mynd sem þú getur séð. Það verður mun seint gerast held ég. Það grínmynd. Ég er raunsæðismadur. Já, en ég er sammála, ég fíla ekki þetta Marvel-dæmi. En það var, hann hefur leikið, hann lék með henni hérna, hann hefur leikið í mörgum svona einhverju rómantísku gamanmyndum. Maður hefur síðan dálítið þar. Já. Ég hef gaman að þeim. Uppáldið mitt eiginlega Van Wilder, manstu eftir henni? Það var með Söndru Bullock í einhverju, hún var fín. Hvað segirðu? Manstu eftir Van Wilder? Já, byrju. Það sem hann var svona eilíða stúdent, pappans var ríkur og hann þurfti að útskrifast til þess að ná... Það er gömul myndi, það ekki? Það held ég fyrsta svona alvöru breakthrough hans í Hollywood, en hann barnastjarna frá Kanada. Heyrðu, við erum ekki hér til að ræða bíómyndir. Það sem er áhugaverðast við hann er 46 ára kandabúi, / American. Já, hann er 46, byrja hann aldrei vel maður. Það sem hann hefur verið að gera undanfarin 7-8 ár að hann búin að vera að setja mikinn fókus á fjárfestingar og það sem hann að gera í staðinn fyrir að vera auglýsandi fyrir aðra eins og ég svo sem tala fyrir aðra, mér finnst að áhrifavaldar ætti alltaf að hugsa leiði til að búa til eigin vörur og þjónustu og vera andlit og standa bak við þær vörur, að búa til eigið equity og byggja upp eitthvað svona raunverulegt virði versus það að taka bara auglýsingar tjekka mánuð frá mánuði. Hann svolítið að testa þetta. Hann svona dífa tánum. Já, og það sem hann hefur verið að gera sko, hann og fjárfestir í fyrirtækjum og verður síðan talsmaður og svona andlit fyrirtækisins og sinnir allir auglýsingaherferð og setur svona sitt nafn á baku brandið og ég með nokkur helviti áhugaverð dæmi það hvernig hann núna komið með tæplega $400 million í net worth. Ástæðan fyrir hætti síðast var út af því að hann var bara með 100 og Tom Cruise með 600. Fannst einhvern annan source eða? Nei, það sem ég hafði ekki gert var að sko ástæðan fyrir að þetta púpar upp já, að hann selur 25% hlut sem hann keypti í Mint Mobile sem farsíma fyrirtæki í Bandaríkjunum á 1,3 miljard bandaríkjadollara. Hann átti 25%. Hans hlutur var þarna, þetta ekki vita alveg 100%, á bilinu eitthvað 270 upp í $370 million. Það var hann náttúrulega andlit auðvitað. Já, og ef þið googli núna Ryan Reynolds og Aviation Gene allt þetta sama stratja, hann kemur bara inn og hann byrjar að búa til fyndnar og skemmtilegar auglýsingar fyrir bröndin, pumpar þau upp og losar. Og ástæðan fyrir hætti við þarna að það var ekki búið að reikna þessa fjárfestingu inn í auðunars. Þannig að hann að ná Tom Cruise núna. Hann hefur kassa ágætlega út hann maður. Annað að hann keypti núna bara í vikunni í fyrirtæki sem heitir Nuvei sem greiðslulaust sem þjónustar meðal annars veðmálastarfsemi og krypto. Eru búin að taka feitan skell á markað í Kanada. Getur skrifað þetta NUVEI en eru svona með comeback og hann henda sjálfsögðu í fyndna auglýsingu þegar hann annonsaði þetta þannig að þið getur flett í upp. Ég vil þetta sniðut samt. Já, þú veist bara mótilega. Svona átt að nýta þín persónulegu áhrif sko. Já, ég klálega, mér finnst það mjög sniðut allavega. Er þetta ekki smá pump and dump samt eða? Ekki endilega, því að þetta eru náttúrulega fyrirtæki á markaði sem eru bara arðbæðir og halda í sína kúnna jável þó að hann fari sko. Þú veist, ég ætla bara að lýsa þessu eins og með 95 blöðstrákarnir að kaupa í Celsius. Að fá hluti í Celsius. Hvað heldur þú að gera fyrir Celsius ef þú fer alltaf inn að sjá auglýsingu af þeim þremur í einhverju flippi að sína hvernig búa til Celsius úr fersku lindarvatni í Kenya eða hvað það sko. Þetta svona þessi djók þráður. Sko, hann með ákveðna strategi og þetta byrjar ekki fyrir 2018. Hann bara búin að vera þessi 5 ár. Að hann stofnar eigi framleiðslufyrirtæki sem sér allt. Hann á eigin framleiðslu á auglýsingunum,
myndum, efni, allt í kringum myndirna sem hann gefur út, það fer í gegnum hans eigi fyrirtæki sem heitir Maximum Effort. Hann stofnaði það með félaga sínum sem svona markasnörd og út frá þessu þá byrja þeir að kaupa í einhverjum fyrirtækjum. Þeir keyptu Aviation Gin, selja það til stærsta vínfyrirtækis í heiminum sem heitir Diageo, Diageo á $610 million 2020. Semst á 2 árum náðu þeir helviti góðu exiti þar og hann gerir sama. Hann kemur inn með allar auglýsingar, finnt hann klippur. Síðan hann búinn að kaupa Wrexham AFC sem svona eiginlega það sem ég finnst sérstakasta fjárfestingin því hann að kaupa knattspyrnuklúbb frá Wales. Þetta elsti klúbbur í Wales. Já, en samt í ensku, þú veist, enska tíernum. Já, akkurat, bara eins og Swansea. Já. Og þeir meðal annars búin að gera auglýsingu með Sir Alex Ferguson sem helviti fyndinn og lýsinu fyrir þér. Já. Þeir á fjarfundi, ég ætla annar spoiler hérna, þeir á fjarfundi með Ferguson og alltaf að tala og hann alltaf að hrista hausinn og þeir eitthvað, hann skilur okkur ekki. Svo slökkva þeir á, þeir eru svo stressaðir og þá segir hann, akkur voru þeir með á mute allan tíman. Já, skemmtilegt. Heyrðu, hann kaupir í Mint Mobile, One Password, hann á í Wealth Simple, kaupa þar hlut fyrir $750 million 2021, hann er stór og svo núna í apríl var hann að kaupa þessu. Þannig að ef þið fletti núna upp Ryan Reynolds advertisement þá sjáu þetta sami þráður. Hann er bara komið með geggjaða strategíu, kaupir í fyrirtækjum og er að byggja upp svolítið svona áhugaverða leið í Wealth versus það að vera bara að einbytta sér að myndunum. Þetta er mjög góð aðferð og hérna er þetta, þú veist, að nýta þess að ég segi áhrif að valda statusin til góðs fyrir þig sjálfan, skilur við. Akkurat. Þú veist, það er þetta með áhrif að valda sem að kannski, maður sér þetta bara í 50 hverju auglýsingu sko, sem eru alltaf bara kassin fyrir launatjekkan sko, en þarna ertu komin í þetta equity pælingar sko. Akkurat. Svo er það líka sko margfalt meira virði fólkið í því sko. Líka bara eins og falli getur verið hátt í þessum heimi. Segjum að þú sért bara alltaf búin að vera að taka fullan auglýsingatjekka á þetta því að þú ert hot. Svo gerist eitthvað og þú dettur út. Þú átt ekkert eftir. Þú átt bara þau laun sem þú hirtir. Hann er að byggja upp equity. Þannig að eitt loka quote hérna mann. Hann segir, hann kaupið núna í vikunni? Ég veit jafn lítið þessa greiðslulausn í dag eins og ég vissi gin eða farsímaþjónustu þegar ég keypti í Aviation Gin eða Mint Mobile. Hann segist bara að segja, heyrðu, ég kem bara kemur bara hreint fram. Og gera eitthvað skemmtilegt og pumpa þetta upp og segja eitthvað frá brandinu. En ég basically veit ekkert, hann hefur ekkert með daglegan rekstur að gera eða annað. Þetta er alveg briljant sko. En áhrifavaldar hér heima. Hann væri svona kannski stærsta andliti hvað þetta varðar, að fólki sem er bara svona kerfisbundið að gera þetta. Það eru komin fleiri dæmi. Ég held að Shaq sé orðinn stóri í þessu. Já, Shaq. Hann er að byggja upp svona franchise-veldi. Já. Hann náttúrulega úr íþróttunum. Já, en hann byrjaði vissulega bara að kaupa stóran hlut í fyrirtækjum. Já. Þú veist, ekkert eitthvað endilega auglýsa það. Jú, svo er hann sem andlit fyrirtækisins. Ekki beint, en hann er svona fígjóra í einhverjaði. En hann er líka að kaupa brönds og þekkinu. Hann á held í 105 staði í Suðuríkjunum og eitthvað svona, hann er bara í franchises og örugglega fullt af fleiri. Þetta er áhugavert. En herðu, Jessica Alba er held í frægasta dæmi að hafa gert svona Kvensumegin. Já. Má ekki segja kalla megin og Kvensumegin. Jú. Það er svona leikkona og leikkall. Þetta er þitt podcast. Já. Gera það svo vilt. En þetta er áhugavert. Þetta er mjög áhugavert. Ég þakka kærlega fyrir þetta. Herðu, að þessu Dokkobit, Yngvi, þau eru komin til að vera. Já, þau eru komin til að vera. Og ég held að það sé óhætt að segja það að, sko, hvað ef að gefa þessu langa tíma til að rafrænar undirskriftir verði bara orðnar málið í dag. Eða málið í dag, orðið bara málið. Minna en 2 ár. Minna en 2 ár. Já. Það er ennþá dæmið það. Þú þarft að skrifa undir eitthvað þar. Ég vil að skanna og eitthvað svona og senda algjört bull, en Dokkobit leysið það vandamál. Það sem er að gerast er að meðlimi Pingjubandalagsins samþykkja það ekki. Nei, einmitt. Þú vilt ekki fara í viðskipti við fyrirtæki. Við fengum 100% votur ekkert á nei hvort þú farir í viðskipti við fyrirtæki sem að láta þið prent út og... Já, við spurðum. Og þetta er bara, þetta er bylting. Þetta er Dokkobit bylting sem að við göngum í flokki fylkinga, flokki fylkingar og segjum bara ef þú ert að fara í viðskipti við einhvern og hann ætlar að láta prenta út og skrifa undir eitthvað og þá segir bara takk, ég fara en annað. Það er bara staðan. Og þarna er Dokkobit að koma eins og stórsveipur inn á markaðin. Við hvetjum ykkur til að kíkja inn á dokkobit.com/es
svo líka hægt að skrifa bara dokkubit.is og kynningu þetta, skrá ykkur og þið þurfum aldrei að hafa áhyggjur þessu bulli. Já, svona í fæstum tilfellum nema einhver sé bara. Svo þetta líka bara þægilega fyrir fyrirtækin og starfsfólk að vera með þetta rafrænt. Já, algjörlega. Og allt utanum haldi. Þetta bara frábær lausn fyrir fyrirtæki að byrja að kynna sig þetta núna. En heyrðu, svo ætlum við að loka þess í dag, Yngvi, með verðbólgutips. Já. Kannski minna á hópin okkar verðbólgutips á Facebook. Ég veit nú ekki hvað margir hann innan, ég þarf að kíkja það núna. Skal posta þessu þar inn. Nema einu, ég fekk eitt fárveikt sent. Ég ætla ekki að setja það á netið. Nú? Já. Það verðbólgutips, maður sjá, hvað, er þetta ekki ennþá hérna? Á ég að byrja það? Já, byrju, við sko. Ert þú ekki með 5? Hvað segirðu? Ert þú með 5? Ég er með, nei, ég er með fleiri sko. Ok. Herru, ég finn ekki verðbólgutips. Jú, hérna er þetta. Your Group, verðbólgutips. Finnum 5 bestu. Hér eru inn á 14 meðlimir. Þetta eru loyals. Við þurfum að keyra þessa. Já, við þurfum að keyra þetta. Verðbólgutips á Facebook. Kíkja á það. En sko, ég er alveg með örugglega 10 plus sko, en við getum stytta niður. En þú mátt byrja þínu fyrsta. Mitt fyrsta, ég nenni ekkert að fara eitthvað mikið út í details. Fólk skilur þetta bara. Það að baka eigið brauð. Baka eigið brauð? Já, mikill sparnaður í því. Ertu vissið það? Já, þetta Nei, ég held ekki sko að þú veist það, þú þarft að ná ákveðinu svona bara hagræði í því, skilurðu? Já. Eins og bara með fyrirtæki, ég meina þú kaupið kannski hveiti og allt efni í þetta og svo kannski bakar bara eitt brauð, þú þarft að baka sko nokkur til að búin að vera. Þú ert ekki með 2 börn sem éta það bil 2 brauðpók á dag. Nei, ég er náttúrulega býð við annar raunveruleika vissulega. Ég er með geggjað uppskrift sem eru, held ég bara lyftiduft, hveiti, vatn og það vantar eitthvað eitt, hvort það sé sykur eða eitthvað. Ekki setja það bara inn á? Jó, þú veist, við vorum að reikna þetta er einfaldara fyrir okkur að baka eigið brauð, þetta er ódýrara. Svo er þetta líka, þetta eru svona focacciur, þetta er náttúrulega miklu focaccia. Þetta er kannski ekki eitthvað sem segir mér þetta sé focaccia frekar. Allan að verðbólgutips, bakið eigið brauð. Herru, verðbólgutips frá mér, notaðu kreditkort. Kreditkort? Já. Einfallega vegna þess að sko, byrjum á því að þú borgar í rauninni alltaf eftir á þegar þú notar kreditkort. Þarna ertu í rauninni að sko, þarna ertu að lifa á neyslu mánaðurinn svo undan, skilurðu? Það getur notað þann pening og ávaxta hann inn á vaxtareikning. Svo í lok tímabils þá borgar upp kreditkortareikningin og þú fattar mig. Já, ég skil. Aftur á móti geta kreditkort verið dýr. Það er hægt að fá ódýr kreditkort. Þetta er náttúrulega ekki færslugjald á þeim til að byrja með, eins og debitkortum. Þannig að þarna getur verið að spara einhverja 1000 kalla, ef ekki 2000 á ári og náða ávaxta peningin í millitíðinni. Þetta er mjög áhugavert pikk. Ég einhvern veginn, maður er að vera gamall og latur. Ég er bara með kreditkort og ég hef einhvern veginn aldrei spáð í þessu. Nei, ávaxta peningin, þú veist. Nei, sko, mér finnst þægilega að vera með kreditkort því að ég þoldi ekki að vera út í búð og debitkortið klikkaði ef ég var með á röngu reikninga eða eitthvað. Þannig að hluta til er þetta rétt hjá þér, held ég. En einhvern veginn finnst mér eins og af hverju fólk alltaf að banna mann að vera með kreditkort. Er það þá eyður efni fram? Er það ekki það sem er? Já, það er rauninni það og það kannski ber að nefna það að þetta er svona, þú þarft að vera dálítið skynsamlegur, skilurðu, í þessu. Já. Og vera bara með, þú veist, á hreinu það sem þú ert að kaupa og hvað þú ert að taka út, sko. Þetta ekki á eitthvað búðaramb, sko. Svo er punktasöfnun og alls konar. Svo punktasöfnun, auðvitað líka. Ég skil punktið þinn. Það er núna, þú veist, 7-8% vextir sem þú getur tikkað á í 30 daga áður og borgar alla reikningana. Það er hærra heldur en kostnaðurinn að því að vera með kreditkortið. Já, og í rauninni, þú veist, ef þú ert með debitkort þá eyður því bara strax. Þú ert í rauninni að eyða þarna mánuði fyrirfram. Já, getur ávaxtað á meðan. Djöfull, það er gaman. Við fáum örugglega fullt aðhald eftir þetta. Það er lið sem að lifir fyrir að nota ekki kreditkort. Einhverjum finnst þetta svona óþarfa því að hvað er þetta bara mánuður, en þú veist, þetta er tímaverið peninga, skilur, þetta telur alltaf á endanum, sko, ef þú nennir að spá í svo, þetta er ekkert það flókið. Ok, þitt verðbólgutips. Mitt tips sem gæti verið ólöglegt, ég vona að ég sé ekki að mæla með einhver ólög. Ég held þetta sé samt löglegt. Það er hérna fyrir þá sem eru drikkveldir, bruggið eigin landa. Þú mátt brugga landa til eigin nota. Er það ekki? Jú, þetta er bara fullkomlega löglegt. Við vorum hérna nokkrir ungir fyrir 10-15, gott ef við vorum ekki í mennskóla. Að þá var það, eitt var bara með þetta, kaupir einhver svona vél, svo ertu að kaupa ger og sykur.
og ég man ekki... Ég held að sé ekki það flókið, sko. Þetta aimingin, sko, þetta sko, það verður að gera þetta rétt, en uppskriftin nú ekki svo flókin, sko. Nei, þetta var svona svolítið dúll, mann ég. Og lítirinn á þessu var, sko, margfalt ódýrari heldur en, vodka eða gin. Það alltaf sjálfsögðu bannað að selja þetta. Já, bannað að selja, þetta til einnota. En svo getur þú keypt Essensa í dag. Já. Og maður hefur alveg heyrt sögur af því að henda Bernes Essence í þetta og vera með Berneslanda allt hægt, ákavíti eða gin eða hvað. Skemmtilegt. Ég hef heyrt sögur af því bara á mörgum veitingastöðum að þú gerir ekkert grein fyrir að það sé í einhverjum tilfellum landi í staðinn fyrir. Já, það geti alveg verið, sko. Já. Þegar þú segir það. Svona einhver tíman heyrt sögur af slíku. Ok, verðbólgutips 2 frá mér og þetta að mínum mati eitt af effektífasta. Hættu að kaupa mat í hádeginu, skyndibita. Já, þetta mjög gott verðbólgutips. Og ég held að þú geti nú votta til það, ég bara með minn mat alltaf sama í hádeginu. Þú ert helvíti segur í þessu. Ég staðfastur þarna, ekki mikið að kaupa mat í hádeginu, það bara þú veist, passaðu þetta upp á næringuna líka, sko. Á sér að fá öll bara næringarefni og jæri og ég nú búin að gera research á því og það virðist standa, þannig að sko peningarnir sem þú getur sparað þegar máltíð í dag farin að kosta 3.200 í hádeginu, skilur og þú ert kannski að kaupa það bæði í hádeginu og kvöldin og gigantískir fjármunir. Þetta tímalaust sparnaðaráð. Já, ég held að. No matter when, food preppið betra. Sammála því. Sko, á ég að enda á þessari siðlausu sem að fer hvergi annar staðar eða ég skal taka nokkuð sem ég fekk sendar hérna. Sko, það kom ein hérna sem ég tengi ekki alveg við að það út í stéttafélagi. Það er að nýta alla styrki. Íþróttastyrkir, ferðastyrkir, námstyrkir, sjúkraþjálfun, glerurnakaup. Svo reynda var frétt í vikunni að það væri farið að ganga svo mikið á sjúkrapeninga hjá þessum stéttafélagum að það væri ekki lengur eftir í styrkina. Það alls staðar kulnu núna í dag. Það svona, þetta svo áhlaup á bankana, sko. Það áhlaup á stéttafélaginu og það ekki sjúkrapeningana. Drífið þið að fá svo styrki á þannig þau munu loka á endanum bara fyrir allt, bara í einhvers konar, þú veist, þau eru bara í áhættustýringu núna. Já. Og þau eru bara búin að loka fyrir útgjöld á einhverjum sjóðum. Akkurat. Það til að brúa, þú veist. Alltaf þessu, ég tengdi samt ekkert við þetta, en allt í góðu. En lokaráðið var að nýta sér bústaðina. Það er actual verðbólgutips, því að leiga á þessum bústöðum er langt minni heldur en ef þú værir að leiga á markaðsverði eða bara fara í hvað? Mér grunar það sem þú ert að fara að segja. Ég veit ekki, það getur verið ágætis bara svona gróðhekk. Býtu hvað áttu við? Að framleigja svo bústaðir. Það náttúrulega annað. Ég var ekki að fara að nefna það. Jú, þetta væri það gott að fara í stétt. Leigja hjá stéttafélaginu og framleigan síðan. Vera með einhverja 7 bústaði páskana og í framleigu. Við getum verið að gefa einhverja alveg kólólulega hugmyndina. Þetta er nú allt sagt í djóki þannig að fólk sé ekki að það ekki sprettan á þetta. Við erum náttúrulega ekki stéttafélag, þannig að við getum ekki. En mér fannst þetta raunverulega góð punktur. Bústaðirnir eru massíf niðurgreiðsla. Herru, vá, þátturinn var mjög langur í dag. Já, við förum að kötta þetta. Þetta er fyrir proper laun þegar sem eru frí í gær, frí í dag og þunnir á mánudag. Ok. Þá ég að taka loka mitt eða? Já, hvað með það? Fekk þetta líka sent, þetta er nú helvitis. Ég kannski kem bara inn á milli. Eitt bara svona sem ég langaði bara að henda út í kosmosið, það er bókasafnkort. Já. Það er bara, þú veist, kostar 2.500 krónur og þú á ári og þú getur bara tekið marga bækur og vilt. Já. Þetta er mjög gott ráð. Sumir að kaupa þetta í búðum endalaust eitthvað, sko, þið getur fundið allt á bókasafninu. Já, sammála því. Þetta er mjög gott ráð. Ég gerði þetta og þetta er besta fjárfesting sem ég gert. Það er líka gaman að hanga með krakkan á bókasafnum helgar. Já. Það er annað svona tricks. Það er eitthvað sem ég mun gera ef ég eignast börn einhvern tímann. Ef ég verð þess gæfu aðnjótandi. Þú getur fengið mín lánuð allar helgar. Það er bara að spyrja. Skoðu það er bara samningsatriði. Já. Það er lokatriksið. Kemur frá einu fárveikum og hann segir hérna ef þú ert eitthvað í tilhugalífinu og langar að koma frúnni á óvart ekki fara í lofís eða losta heldur grænmetisdeildin í bónus. Þetta er ómikið. Jesús, þetta er almáttur. Þetta fekk ég sent en hann ásennast við að það er hægt að gera ódýr kaup og vera frjór þarna. Farið að varúð gott fólk. Loka frá mér kannski ef þú ert í sambandi þá er þetta sko að kaupa eitthvað í innbúið frekar en ammælisgjöf fyrir hvort annað, þú veist, meðan þið eruð í harkinni, uppbyggingafasa, kaupið, þú veist, rúm. Ef ykkur vantar á annar borð rúm, kaupið það í stað ammælisgjöf, bara saman. Það eru bara búin að ákveða það, við ætlum að kaupa rúm, við ætlum að kaupa nýja þvottavél og þetta er bara gjöf til okkar, frá okkur, bara beint í innbúið. Mjög sniðugt. Þú ert kannski, ég veit ekki hvað pörur að eyða, ég meina, það eru örugglega einhver sem að kaupa 50 til 100.000 króna ammælisgjöf eða jafnvel meira, sko. Á kannski ekkert efni á því.
en vill bara gleðja, þá oft gott að taka þetta samtal bara. Þetta mjög sniðugt, mjög sniðugt. Ég kannski með eitt á lokum, núna yfir fermingarnar. Heyrðu þetta frá einum mjög spiltum. Að hann segir sko, ekki vera að taka út pening. Það eru svo dýrt að taka út pening í dag. Kosta 300 kall eða eitthvað úr í röngum banka. Sagði það sem ég gerir alltaf þegar ég fermingar. Ég mæti, teki hendina á fermingabarninu og heilsöllum og segir svo, við vorum að hugsa að gefa þér bara 15 skall í innlögn. Og allir, 15 skall, það er mér bara ekki máli, það er bara beint inn á sparnaðarreikning, 10% vextir, bara geimt þetta á 2018. Svo leggur hann bara inn 1500 kall. Og hann segir sko að hérna, það er svo sjaldgæft að fólk sé að ganga á hann með það, en hann tekur reppið í fermingunni. Þetta er í rauninni svona svikaráð. Já, basically. Ég heyri þetta fyrir vestan, svona heyrur ekki fyrir vestan. Ef þetta er eitthvað svona ættingi sem þú veist úr bara aldrei að fara að hitta aftur, sem er ekkert ólíklegt oft í fermingum sko. Bara einhver fjarskildufrændi eða frænka, bara svona, ég legg svo inn á því 15.000, og það er aldrei reynd að fara að senda. Nei. Eitthvað, heyrðu, hérna, þú skuldar með 15.000, þannig að ef þú gerir þetta 10 sinnum, þá ertu örugglega að spara þér svona allavega 5 skipti. Já, ég hugsa það er svona ákveðin tölfræði þarna. Þetta er efni nýja grúpu sem heitir Svikaráð. Herðu, verðbólgutips, kíkja á það. Við hendum þess inn. Setjum kannski eitthvað þar inn við tækifæri, annars held ég að við látum þessu loknu í dag og við verðum aftur með ykkur á þriðjudaginn næsta, ekki? Jú. Takk í dag. Takk. Já, bless.